ykkar nær og fjær og verið velkomin á Röltið með Heisa. Í dag er ég á Kópavogsvelli að fylgjast með stelpunum á æfingum. Það er æfing fyrir leik og það er leikur við KR á morgun. Við skulum kíkja á nokkur brot. Heyrðu, Rakel Hönnudóttir, hvernig leggst sumarið í þig? Bara mjög vel, mjög spennt að byrja að delta. Og hvernig leggst lífið í þig hjá Blikunum í dag? Það bara leggst vel í mig. Það er góð stemming í hópnum, við erum með mjög svipaðan hóp og fyrra og þó við höfum mist 3 leikmenn þá bara, já, góð stemming og við erum með sterkt lið. Hvernig finnst þér að mæta eða að vera hér með þessum hópi? Hvernig er þessi hópur hérna sem er stelpunnar í Blikunum? Þetta er bara hópur sem er með alls konar karaktera og það eru margar svona brandarakellingar og bara, já, ég held að þetta sé bara mjög góð blanda af líka ungum og efnilegum leikmönnum og reyndum og ég held að þetta bara, já, mjög góð blanda. En hver er Rakel Hönnudóttir? Hver er? Ég veit það ekki. Ertu stelp úr sveit? Nei, ég myndi ekki segja það. Það er búið 15.000 eða 17.000 mann sem ég er alveg upp og það sé kannski ekki alveg talið sem sveit. Já, en hvaðan ertu? Ég er frá Akureyri, ólst þar upp og bjóð þar alveg þannig að ég var 22, 23. Já, og spilaði þar alveg með Þór og Káa? Já, gerði það. Ekki báðum liðunum, heldur bara Þór og Káa? Ég byrjaði í Þór þegar ég var yngri, en svo í öðrum flokki þá saminast liðin og í öðrum flokki meistaraflokki, þá er sameiginlegt lið Þór og Káa. Þá koma bara saman stelpunar úr báðum liðum. Hver er svona skemmtilegasta stelpan í klefanum? Skemmtilegasta? Ég veit ekki. Hallbera er svona mesta brandarakellingin. Það er svona, hún er alltaf hress og kemur með góða sögur, en það er líka ótrúlega gaman að Ingibjörgu því að hún er svolítið svona misjafnistundum. Það er bara mjög skemmtilegt. Það er hægt að hlæja mest af þeim eiginlega. Áttu ykkur önnur áhugamál fyrir utan fótboltann? Já, alveg. Þetta tekur náttúrulega reynda mestan tíma, en ég er mjög gaman tónlist, spila hljóðfæri og já, það er svona eiginlega annað áhugamál. Á hvaða hljóðfæri spilarðu? Spila gítar, svo er ég prófa mig áfram á píanó. Ertu byrjað að semja eitthvað? Já, svona kannski eitthvað bara í einrúmi, ekki sem ég ætla að deila með fólki, Þegar ég segi Breiðablik, hvað er það fyrsta sem þú hugsar? Grænn, eiginlega. Þá hverju spáir þú Evróputitlinum? Evróputitlinum? Já, í fótboltanum. Ég er ekki alveg viss, Varstu meina kvennamegin núna? Nei, strákamegin, fyrirgefðu. Strákamegin? Ég veit það ekki. Ég er ekki alveg byrjað að pæla í því, Það er ekki byrjað ennþá. En hvernig leist þér á hópinn hjá íslenska landsliðinu hjá strákunum? Bara þokkalega. Já, svolítið svegt fyrir Gullahönd að fengi ekki að fara með gamli, en annars er þetta bara ungt og svolítið skemmtilegt lið, það var gaman að fylgjast með. Nú skulum vinda okkur í leikinn á morgun. Þetta er á móti KR. Hvernig er stemningin í hópnum? Bara mjög góð. Við erum bara, held ég,
tilbúnar í þetta. Byrjum með eitt titil inn í klefa og hérna sem mjög gott pepp inn í móti. Ég held að það sé bara komið og bara takk fyrir þetta. Viltu segja eitthvað að lokum við áhorfendurna? Kannski bara, ég ætla bara að vona að við fáum svo flesta. Það var mjög góð mæting í fyrra og við vorum liðið sem var með flesta áhorfendur í fyrra. Bara vona að halda áfram og hvort allir til að koma að horfa. Við erum alveg mjög skemmtilegt lið. Takk fyrir þetta, Rakel, og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.